Komið sæl og blessuð, verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Gestur okkar ung kona frá Akureyri sem hefur nú reyndar búið víðar en á Akureyri. Hún ráðgjafi. Við þurfum að vita hvers konar ráðgjafi Anna Hildur Guðmundsdóttir Hún sest í stólinn eftir augnablik. Anna Hildur, velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Velkomin bara, ráðgjafi. Já, ég áfengis- og vímuefnaráðgjafi. Þú ert áfengis- og vímuefnaráðgjafi, þannig að það þýðir ekkert að bjóða þér í glas. Nei. Ekki í dag. Ég var að reyna að finna titil og var að velta fyrir mig, ég svo sem hafði grunum að þú væri að vinna eða hafir unnið við þetta. Já. En ég talaði við þig daginn og baði að koma að spjalla. Þá varst þú á leið til Reykjavíkur að horfa á handboltaleik. Jepp. Ég var að fara að horfa á K.A. Þór, spila undan úrslitaleik á móti Haukum í Reykjavík. Já, í bikarúrslitum, í kvennaboltanum. Kvennaboltanum. Stelpa mín sem sagt línumaður. Í liðinu? Já, og þetta bara svo hörku gott lið og eru núna líka í efstu deild, í efsta sæti í fyrstu deild og eru að fara að spila núna á laugardaginn hreinan úrslitaleik hvort það komist upp í ólistildina að ári eða ekki. Og ég bara mikill fan, eins og maður segir, ég bara reyna að mæta á flesta leiki, mæta á alla heimaleiki. Og ef ég í Reykjavík, þá fer ég og horfi. En ég gerði mér sérstaklega ferð þarna til að sjá þær spila í Laugardalshöll. Spilaði þú handbolta? Bara smá stund þegar ég var 12-13 ára. Já, en varstu í íþróttum? Ekki þegar ég var yngri. Nei. Ekki. Nú var pabbi þinn, Guðmundur Ketilsson, hann var skíðamaður. Hann var mikil skíðamaður og við vorum náttúrulega mikið upp í fjalli. Allar helgar fór maður á skíði, en ég keppti aldrei neinu eða... Nei, en ferðu á skíði í dag? Nei, ekki mikið. Af hverju ekki? Stelpurnar nenni ekki með mér. Nei. Og maður minn ekki skíðamaður. Mér langar rosalegt að fara en einhvern veginn dríf mig ekki, Nei. En ég labba mikið. Þú labbar mikið? Já. Þannig að þú vilt hreyfingu? Ég stunda mjög mikla hreyfingu. Já. Þú sagði mér líka að þú væri komin inn í starf. Já, ég var að byrja að vinna hjá Akureyrarbæ, hjá fjölskyldusviði og ég sem áfengis- og vímuefnaráðgjafi þar. Hefur það starf ekki verið til áður eða? Nei. Þetta sem sagt tilraunaverkefni og bara til árs, eða ekki eins og til árs, ég vinn fram á áramótum og við ætlum bara svona aðeins að sjá hvort við getum þjónusta þennan hóp sem á við fíknivanda að stríða betur hjá bænum. Hvernig hefur þetta verið hingað til? Þeir eru náttúrulega að fá þjónustu frá félagsráðgjöfum og á búsettusviðinu líka og þetta svona þetta þverfaglega teymi sem hugsar sem veitir þeim þjónustu. Og ég bara enn eitt fagaðilinn inn í þennan þverfaglega teymi sem að reyna að finna lausnir og svona hvernig við getum í raun og veru, bara veitt þeim betri þjónustu. Ertu búin að fá skrifstofu? Já, ég við skrifstofunni í Gleragötu og tölvu? Já, og glugga. Og glugga? Já, og sé upp í heiði, upp í Valaheiði og bara frábært að vinna hana, rosa góðum órall og bara skemmtilegt. Leggst vel í þig? Já, rosa vel. En er þetta ekkert óþægilegt að vita til þess að kannski verða ekkert að þessu eftir næstu áramót, þannig að þú hafir ekki vinnu lengur? Ég bara trúa því að við getum búið til eitthvað svo gott sem að verður bara að halda áfram og þá bara reyni þau að finna nýjan glugga til þess að ráða mig áfram. Já, en hvernig staðan í þessum málum hér? Er margt fólk sem að þarf á þess að halda? Hvernig staðan í þessu? Já, við höfum náttúrulega, við tölurum vanda að stríða hérna á Akureyri og við erum bara eins og öll önnur sveitarfélög og þetta er náttúrulega ekki endilega sem á yfirborðinu en þetta er hérna. Og það bara töluverð neysla hérna í bænum og hvað, á hverju þá? Bara öllu. Bara öllu sem að gefa vímu? Já, bara kannabis og örvandi efni og áfengi og... Enginn vandi að ná í þessi efni?
Þú bara fer á Facebook og reddar þessu. Ég trúi ekki. Já, þetta er svolítið breytti tímar. Ósköp maður eitthvað. Já, verður bara fegin. Mikill klauf í þessu. Já, verður bara fegin. Já. En þú varst ráðgjafi hjá S.A.A. Já, ég starfaði hjá S.A.A. í 11 ár. Hér á Akureyri? Já, ég sem sagt ég byrjaði að vinna hjá S.A.A. 2005 og var að vinna bæði á Vogi og svo fór ég á göngudeildina á Vík og svo ég ráðin hingað haustið 2008 sem deildarstjóri og hér starfandi þangað til lok janúar 2017. En þú ert menntaður ráðgjafi? Já, ég sem sagt með löggildingu frá landlæknisembættinu og S.A.A. rekur svona áfengis- og vímuefna skóla og þeir mennta sitt starfsfólk og ég lýk 3 ára starfsnámi með þessari löggildingu og ég get sem sagt... 3 ára starfsnámi? Já. Og þetta þá ekki bóklegt líka? Já, og maður þurfti að lesa helling og taka fullt af prófum en mest megnist náttúrulega bara vinnan á gólfinu. Með skjólstæðingunum. Með skjólstæðingunum. Kallið þetta skjólstæðingar, ekki sjúklingar? Sko, þú ert náttúrulega sjúklingur þegar þú ert inn á heilbrigðisstofnun, þannig að þegar þú ert á Vogi, þá ertu sjúklingur. Já. En þegar þú ert komin í eftir meðferð og þegar þú kemur á göngudeilda, þá er náttúrulega ertu skjólstæðingur. Já. Þá ertu ekki sjúklingur lengur. Já, en þú byrjaðir í Reykjavík? Já, allir byrja að vinna á Vogi. Og svo fer maður á þessar starfsstöðvar, maður fer á Vík sem það sem eftir meðferðin er. Hvað er Vík? Vík er á Kjalarnesi. Já, það eru frá. Já, það er þannig sem þeir eru nýbúnar að byggja nýtt hús. Já. Þar var alltaf meðferð fyrir konur. Já. Og svo þeir með göngudeild í Reykjavík í Efstaleiti og maður fór þangað líka. Þannig að maður flakkaði svolítið á milli stöðvanna. En Anna Hildur, að verða ráðgjafi í þessum málum, sem manni finnst svona dálítið sérhæft, þarf ekki reynslu? Sko, það eiga allir að geta sótt og þú sækir bara starf hjá S.A.A. og ferð svo að vinna. En það er gott að hafa hennan bakgrunn að þekka eitthvað til og ég er náttúrulega sjálf óvirkur alkoholisti og ég hefði svo sem ekkert sótt þessa vinnu nema bara af því að ég hef farið í meðferð hjá S.A.A. Þess vegna sækjur þetta? Já, ég sé sem sagt auglýsinguna þegar ég er búin að vera edrú hann í 2 ár og voru við nýkomin heim. Ég hef sem búið erlendis og og sá bara að maður langaði að prófa þetta. Gæti alveg hugsað mér að vinna við þetta og svo bara kynnist ég starfinu og þetta á mjög vel við mig. Ég á auðvelt með að tala við fólk og mér gaman að hjálpa fólki og á einhverjum tímapunkti þá bara ákveði það að ég vilji hafa þetta sem ævistarf. Að vinna og hjálpa alkoholistum. Já, hvað varstu búin að gera áður þá? Ég var búin að vera heimavandi húsmóðir í 5 ár. Byggum erlendis, ég og þáverandi maðurinn minn ásamt dætrum okkar. Svo var ég bara búin að vera í hinum á ýmsu störfum, búin að vera sem þjónn og vinna í búð og bakari og veitingastöðum og skemmtistað. Já, bara svona ýmsu. Já, bara það sem að maður fekk vinnu. Já. Og maður fekk nóga vinnu. Já, segðu mér frá þessum skóla, mér finnst þetta alltaf áhuga. Sko, S.A.A. bara rekur svona innanhússkóla sem að þeir mennta þessa menntaráðgjafana og við sitjum í fræðslu 1 sinni í viku, eða stundum 2 í viku og svo þarf maður að taka sér próf og maður er undir handleiðslu, maður lærir að taka viðtöl, maður lærir að halda fyrirlestra, og maður lærir dóminn og lyfin og allt hvað þetta áhrif hefur. Já, auðvitað. Það er ekki bara áfengið. Nei, þetta er amfetamín og örvandi og róandi efni og kannabis. Þannig að þú veist allt þetta? Ég veit meira, ég veit mikið. Já. Þannig að þetta er svona víkka sjóndeildarhringinn og maður þarf svolítið átt að segja á hvernig þetta allt fungerar og hvernig þetta er og hvað áhrif þetta hefur og hver eru afleiðingarnar og hvað þetta að gera. Þannig að þetta er mjög eins og þú sagðir, sérhæft og víðtækt. Já, en svo að segja, þig langaði að gefa af þér og hjálpa? Já, að því að ég náttúrulega, þegar ég fer í meðferð á sín tíma, þá opnast ákveðnir hlutir fyrir mér. Þetta bara, líf mitt var mun betra og mig langaði svo að gefa öðrum það sem að ég hefði fengið. Já, frá þeim? Já, ég raun að veru, af því að líf mitt einfaldast svo rosalega mikið við það að hætta að drekka að þegar ég sé þetta auglýst síðan og fer svo að prófa að vinna og þá finn ég mjög fljótt í starfinu, þetta gekk mjög vel hjá mér, ég náði góðum tengslu við sjúklinga og þá fann ég bara mjög fljótt að mér langar að gera þetta, mér langar að hjálpa fólki að finna leið til þess að því geti farið að líða betur. Já, þú byggir það bara á þinni reynslu?
Já, og ásamt svo öllu því sem ég búin að læra. Já, auðvitað. En það sem hvetur mann áfram er náttúrulega eigin reynsla. En varstu tæp? Hvað Sem maður segir, drakstu mikið eða Já. varstu í áfengi, varstu einhverju meiru eða? Nei, ég sem sagt var svona rauðvinskona. Má segja það. Ég lærði nýtt orð þegar ég kom inn á Vog, þá lærði ég var svona gardínufyllibitta, þú veist, að því ég drakk heima. Já. Þú veist, ég náttúrulega var á svona nokkur neyslu tímabil, þú veist, ég náttúrulega var mikill djammari, ég var yngri. Já, eins og ungt fólk ofti er náttúrulega. Já, bara þótti gaman að skemmta mér og þannig, en munurinn að mér til dæmis og mínu vinkonustundum, það var að ég hætti ekkert. Ég var alltaf síðust heim og, þú veist, ég var alltaf að leita mér partíum og svona, þú veist. Vildir halda áfram? Ég vildi alltaf halda áfram, Njóta meira? Já, þú veist, fjörið var ekki búið, sko. Nei, þú hafið byrjað kvöldmatt og klukka mér orðin 3 og 4. Já, 4, 5 eða 6, skilurðu. Já. Og það auðvitað gengur þetta alveg þegar maður er ungur, þú veist, maður er bara fullur af orku og, þú veist, og maður gat alveg komist upp með að sofa lítið og það bara, maður þótti normal að vera með móral og sektarkennd og timbraður og allt þetta, skilurðu. En svo þegar að framlíða stundir og maður fer eignast börn og þá bara er maður komið ábyrgð tilfinningu og þá náttúrulega gekk þetta ekkert. En þetta, byrjaðu snemma? Ég byrjaði mjög ung að drekka. Já. Allt of ung. Já, þú byrjaði ung að drekka og þú heldur áfram. Já. Og síðan eignast börn og það er ekkert stopp eða neitt. Jú, þú veist, ég ágætt alltaf við ofneyslu að stríða, svo bara hægir maður á sér því að lífið gerist, skilurðu. Já. Síðan bara á ég nokkuð svona tímabil þar sem ég er í of mikilli neyslu og er að fara mjög illa með mig. Þú veist, þetta tekur rosalega á að drekka mikið, þú veist, það manni líður illa og svo þegar við búum erlendis, við erum á Spáni og ekki að vinna, er heima með stelpurnar. Dálítið rauðvín í þar. Í rauðvínsmekkanu, góð rauðvín. Þá svona einhvern veginn, þá missi ég svolítið mikla stjórn og þá er þetta að fara að vera ennþá meira árekstra milli mín og mannsins míns. Hann náttúrulega er óvirkur alkoholisti þegar ég kynnist honum, þannig auðvitað er þetta að trufla hann mjög mikið. Já, þú sett að drekka. Já. Og meira þess að á tímabili þá verður sokinn svo mikill í manni að ég var alveg tilbúin til þess að hann myndi bara byrja að drekka. Með mér. Þá myndi hann hætta þessu nöldri, skilurðu. Já. Þannig að það sér maður hvað maður er orðinn sjúkur í raun, sko. Já, en hvað voruð þið að gera á Spáni? Hann var á sjó. Á Spáni? En hann niður frá við Máritaníu. Já. Sjóli sem var á hér, það voru útgerð frá Hafnarfirði. Já. Og við vorum satt hann niður frá í 4,5 ár, byggum á Kanaríum og... Bjóst á Kanaríum? Jep. Næs. Gott viður. Við byggum upp í fjöllunum, þannig að auðvitað voru veðurbreytingar. Já. En samt, það snjóaði ekki. Þannig að hvernig bygguðu upp í fjöllunum? Það er bara komið, við vorum nokkra fjölskyldur og vorum í fjöllunum fyrir ofan Las Palmas. Já. Það var æðislegt. Þetta er draumur margra. Já. Búa á Kanarí. Og sumir nánast gera það. Já. Þetta voru rosalega góð ár, þó svo ég hafði auðvitað verið að drekka, að þá voru þetta samt alveg óbúslega góð ár. Ég fekk mikið að fjölskylda mín kom mikið og ég á 3 systkini og báða systur mín að búa erlendis og þær voru að koma mikið niður til Kanarí þá með sína fjölskyldur og þetta var voða svona, í minningunni þá er þetta alveg rosalega góð ár, en samt auðvitað erfið, en samt góð. Kósí að eiga systur á Kanarí? Já. Pabbi djókaði með það, þegar þau fóru á eftirlaun, mamma og pabbi, þá bjuggum við Dísa systir mín bjó í Noregi, Solla var í Frakklandi og ég á Spáni. Og þegar þau fóru á eftirlaun, þá voru í 3 mánuði í Noregi, svo voru 2 mánuði í Frakklandi og svo enduðu þau mér í 3 mánuði. Þannig að þetta var næs. Já, gaman að hafa mamma og pappa. Já, aðeins. Hver foreldrar þínir? Pabbi, eins og sagði, náttúrulega Guðmundur Ketilsson, hann er látin og svo heitir móðir mín Þórdís Tryggvadóttir og hún er orðin 82 ára og býr hjá mér. Og býr hjá þér? Já, við erum samt búin að búa saman síðan í janúar 2015. Hvernig er að búa með mömmu? Á þessum aldri? Það er bara mjög gott. Já, það er gott að geta verið til aðstofur. Hún þarf á mér að halda og ég þarf á henni að halda. Já. En hún náttúrulega bara þurfti að gat í raun og veru ekki lengur búið einn. Já. Þannig að við ákváðum að kaupa íbús, eða
keyptum hús saman. Hver er maðurinn? Ég er gift í dag manni sem heitir Jóhann Helgason og við erum búin að vera saman í 7 ár og giftum okkur í Leyni fyrir 2 árum síðan. Hvar? Við fórum bara og hittum Hildi í Kapellinu 1. janúar og sögðum engum frá því. Já. Fyrir ári seinna. Já, ári seinna? Já. Voru það búin að vera gift í heilt ár? Já, á þess að nokkuð vissi. Já. Hvað gerir maðurinn? Hann er sjómaður. Og þú átt 2 dætur, segirðu? Já, og svo á hann 4 börn. Það eru mörg börn kringu þig? Já. Á hvaða aldri er þetta fólk? Börnin hans eru frá 40 og niður í 25 og mínar dætur eru 18 og 20 ára. Anna heldur, ég held að börnin væri svona 10-12 ára. Já, ekki alveg. Ég á barnabörn, sko, svona skábarnabörn sem eru 10 og 12 ára. Já, þannig að þú ert nánast orðin amma. Já, ég er svona skáamma. Já. Það er fá samt ekki alveg að kalla mig amma Anna. Nei, mér er það aðeins svo snabbt. En þegar þið komið heim frá Spáni, hvert fluttuð þið þá til Akureyrar? Nei, þá byggum við í Reykjavík. Það fluttuð í Reykjavík? Já, við byggum í Reykjavík í 4 ár. Já. Og síðan skiljum við, sem sagt, vorið 2008 og þá tek ég ákvörðun að koma norður aftur. Og bauðst mér þessi staða hérna hjá S.A.A. Já, þá varstu búin að vinna fyrir sunna. Já, ég sem byrja að vinna hjá S.A.A. 2005. Já. Og ég svo býst mér þessi staða haustið 2008 og þarna var ég einstæð móði með 2 börn og mér bara langaði að fara heim aftur. Þannig að ég er alveg rosalega mikill Akureyringur. Já, og þannig að þú sér ekkert eftir því? Nei, þetta er það besta sem ég hef gert. Aha, já. Og komin í nýja vinnu? Já. Já, sem sko ráðgjafir andur. Já. Sko, varðandi það að vera ráðgjafi í svona málum, þetta hlýtur að taka verulega á oft. Já, þú veist, það tekur alltaf á að vinna með fólki. Já. Alveg sama. Já, ég meina líka fólk sem er í svona miklum erfiðleikum. Já, jú, það tekur á. En á sama tíma gefur það manni alveg rosalega mikið. Það er náttúrulega, þegar maður nær sambandi við skjólstæðingana og skjólstæðingurinn fyrir að treysta manni, þá er þetta mjög gott og gaman. Þarf að vera þannig, þarf að ná það samband að skjólstæðingur treysti. Já, annars gengur þetta ekkert upp, sko. Þú verður að vinna þér inn traust, þannig að hann einstaklingur sem er tilbúin til að vinna með þér. Því að ég svo sem ger ekkert annað heldur en að leiða áfram. Ég reyna að finna lausnir en svo þarf alltaf einstaklingurinn að vinna vinnuna sjálfur, sko. Já. Þetta er ekki þannig að maður bara ger allt fyrir þau, heldur maður þarf að leiða þau áfram og oft á tíðum þarf maður að finna vonina. Því að þegar það er mikið búið að ganga á, þá missir fólk vonina. Því að ég get þetta ekki, ég er reynt allt saman og hvað er núna að gera og þá reynir maður svolítið að reyna að búta vanda niður og hvar fólk getur þá byrja. Og það þú búin að læra? Já. Þannig að þú getur svona hugsað að setja þetta upp í huga þér hvað er best fyrir þennan? Já, og líka með því að eiga bara samtal, af því það er svo mikilvægt að eiga bara samtal milli 2 einstaklinga og hlusta á hvað er einstaklingurinn að segja. Já. Það skiptir svo miklu máli að heyra. Hefur það kannski ekki alltaf verið gert? Oft eru við oft er bara, ef maður er í amstri dagsins og það maður bara svolítið, gera þetta svona, þú ert að gera þetta, skilur. Bara stjórna? Já. En það er líka að leyfa einstaklingnum að stjórna sjálfur. Það skiptir rosalega miklu máli. En þessi skjólstæðingar sem þú ert með, er þetta þá í flestum tilfellum fólk sem er í einhverju neyslu eða þess að það? Núna náttúrulega er starfið svolítið nýtt, þannig að ég er ekki komið rosalega marga skjólstæðinga, en eins og er ég bara að fá fólk í raun og innan úr kerfinu. Þannig að þau eru kannski Ertu fann að taka móti fólkið? Nei, ég er ekki alveg byrjað því. Nei. En ég mun fá bara fólk það sem er hjá einhverjum félagsráðgjafa eða er einhvers staðar annars staðar og þau munu vísa þá einstaklingu til mín. Já. En náttúrulega þegar ég var að vinna hjá S.A.A. þá náttúrulega var ég með bara alla flóruna, sko. Já. En hvernig er með fólk eins og þig sem er búið að fara í meðferð og hefur svo tekið þessa ákvörðun að fara að vinna við þetta? Sækir þú þá sjálf svona styrktarfundi og AA og þess áttar eða? Ég náttúrulega var mjög virk í AA til þess að byrja með. Já. Og ég sótti þegar ég bjó til þess á Kanarí, ég hætti að drekka þegar ég bjó á Kanarí. Þú hættir það? Já, ég fer heim
og fer í meðferð og fer svo út aftur. Já, þú hætti meðan þú bjóst þar. Já, þá sem sagt tók ég ákvörðun að fara heim, fara í meðferð hjá SÁ, fór sem sagt á Vog og svo fór ég eftir meðferð á Vík og svo fer ég út aftur. Hvað tók þetta langan tíma? Ég var 7 vikur í burtu. 7 vikur. Hvernig var það frá fjölskyldunni? Það var rosa erfitt. Ég ætlaði varla að treysta manninu mínum að vera heima með börnin. Það? Já. En hann kom bara hann kom í land og var heima sem sagt þannig í mánuð. En svo var ég svo heppin að systir mín var þá í fæðingarorlofi sem bjó í Noregi og hún kom síðan hann að seinni partinn og leysti hann af þegar hann þurfti að fara aftur til vinnu. Já. Man hleypur náttúrulega bara fram og tilbaka. Þannig lífið. Já, en hérna, tókstu sjálf ákvörðun þetta? Það var ekki, ég skil við þig ef þú gerir ekkert? Eða mamma, þetta gengur ekki? Nei. Þetta var náttúrulega svolítið, hann hafði svo oft verið að pota í mig, þú veist, þegar ég þyrfti nú að fara að gera eitthvað svona. Nema svo var hann eitt skipti, þetta síðast skipti hana, þá fer hann á sjóinn og það eina sem hann sagði við mig, bara, Anna Hildur, ég elska þig og bara farðu vel með þig. Í fyrsta sinn í langa tíma þá var hann ekki að skamma mig eða þú verður nú stilt og ekki vera að drekka og reyndu nú að, þú veist, verður nú góð við þig eitthvað svona, þú veist. En hann bara sagði þetta einfalda, bara farðu vel með þig, þú veist, ég elska þig. Og ég bara vissi það innra með mér, ég bara, ef ég drekk núna þetta úthald, af því að ég gerði þetta alltaf þannig, ég drekk mest þegar hann var ekki heima, svo reyndi ég að halda mig á móttunni sko þegar hann var heima. Já. En þarna bara fann ég innra með mér að ef ég myndi drekka mikið í þessu úthaldi, þá myndi hann skilja við mig þegar hann kæmi heim næst. Það bara, hann hefur aldrei sagt það við mig. Nei. En þú veist, ég bara fann þetta svona innra með mér, ég bara svona, og ég man að ég vaknaði hana eina nótt og bara, af því að hann hafði oft reynt að segja, bara áfengi, þetta er áfengi, ég bara, nei, hvað er aðeins, það drekka allir, þú veist, áfengi er ekki skaðvaldur, hvað, þú veist, þetta er bara drekk bara rauðvín, þú veist, hvað er aðeins? En svo vaknaði ég hann eina nóttin og ég hugsaði bara, já, kannski hugsanlega möguleika er það áfengi sem er að trufla mig. Og þá tók ég bara ákvörðun að senda póst til SÁ og sá sem svaraði mér, hann sagði bara, viltu ekki bara koma heim í meðferð? Og ég bara, jú, og fór heim. Að því ég var með lögheimili sem þetta erlendis, þá þurftum við náttúrulega að borga þetta sjálf. Og maður minn, fyrrverandi maður minn, hafa sagt við mig að þetta voru best vörðu peningar sem hann hefur eytt í mig. Senda þig heim. Senda mig heim í meðferð. En það er nú bara þannig, ég lít svo á að þetta sé bara eina af mínum bestu ákvörðum. Þú veist, þetta er bara grundvöllurinn af því sem ég á í dag. Já, það er ekki alveg ljóst. Þetta er bara, þú veist, þetta bara lærði ég að skilja, þú veist, hver ég er og hvaða áhrif áfengi hefur á mig. Já. Og svona í einfaldri mynd þá er það hann bara Anna Hildur plús áfengi sama sem disaster. Já. Það er bara einfalt mál. Já, passar ekki saman. Það passar ekki saman. Nei. Þú veist, auðvitað var þetta ógeðslega gaman og skemmtilegt, en þetta endaði illa. Já. Og það er það sem er svo mikilvægt að muna, að þú veist að þó svo að margt skemmtilegt hafi gerst og lífið er bara búið að gerast, þá var þetta bara komið á þann stað að þetta var orðið svo mikill skaðvaldur. Má ég spyrja, saknar þess? Já, stundum. Já, svona, ég sakna svona... Hugsaðu mikið um þetta? Nei, ég geri það ekki. En ég sakna svona þetta sósíal. Þú veist, þegar allir vinirnir eru saman og það er allir á fyrsta glasi, skiljuru, allir svona glaðir, þú veist, einhvern veginn. Þá svona hugsaði ég bara, já, það er svolítið gott að geta kannski fengið sér eitt. En eftir 10 mínútur, þá bara, nei, Anna Hildur, þú veist. Nei, skilur. Nei, ég sé það. Þetta er ekki það. Nei, þú veist. Og vinkonu mín eru líka svolítið duglegar að minna mig á, þú veist, bara, þú veist, ég er stundum gantast með það, sko, þú veist. Og það er alveg bara, nei, þú veist. Já. Og þá fara þær að segja mér, þú veist, hinnar og þessar sögur, manstu þegar að, þú veist, þetta og þetta var og, þú veist, manstu þetta og maður bara svona, já, jú, það er rétt hjá, ég á ekki að drekka áfengi. Hvað er það fyrsta sem þú hugsað þegar þú vaknar á morgnana? Í dag ætla ég að vera edrú. Ég ætla að góðan dag. Þannig hugsaðu? Já. En gaman? Já. Sko, þetta er ákveðin svona, þetta er lífstíl að drekka ekki. Og þetta er náttúrulega ekki sjálfsagt mál. Og ég þarf auðvitað að vanda mig og ég reyna að vanda mig alla daga. Og ég þarf að passa náttúrulega svolítið upp á sjálfa mig til þess að þetta gangi.
Og þess vegna svo mikilvægt og ég lærði að maður þarf bara að fara vel inn í daginn sinn af því ég hef bara þennan dag. Já. Ég veit ekkert hvað var að gerast á morgun en ég ætla að reyna að spila sem best úr þessum degi. Þannig að, og ég var auðvitað rosa mikið í AA til þess að byrja með en svo bara, þú veist, ég bara komið þétt net af fólki sem að drekkur ekki og bara lifir heilbrigðum lífsstíl og auðvitað á ég fullt af vinum sem drekka líka en ég vel þá hvenær ég með þeim og hvenær ég ekki með þeim. Já, það ekki það að þú forðist það. Nei, ég löngu hætt því sko. Þú veist, en þegar allir eru komnir á trún og ef maður er út að skemmta sér og þegar að byrja að slefa ég á mér og eitthvað svona, þú veist, og fara að tala eitthvað þá fyrir ég heim. Þú veist, ég nenni því ekki. Anna Hildur, því miður tíminn er búinn. Leiðilegt, ég get að tala miklu lengur. Já, ég segi það líka. Það hefði verið gaman að tala miklu lengur. Það var afskaplega gaman að tala við þig. Ég þarf að ná að mynda þér í lokin. Takk. Já, þetta er bara ljómandi. Það ekki? Takk, gangi þér vel. Takk kærlega, sömuleiðis.